Fréttir í vikunni hjá formanni HSÍ sem Jón Halldórs lýsti yfir grafalvarlegri stöðu Hagnaðarsambandsins. Bara fjárhagsstaðan bara mjög erfið, svo sem kannski ekki í fyrsta skipti. Sérsamböndin eru auðvitað mörg hver í erfiðleikum. En þetta svolítið svona alvarlegra meiði. Við skulum svona aðeins heyra hvað Willum Þór hafði að segja þetta. Mér finnst forysta HSÍ vera að fara hárrétt af stað. Þetta nýkjörin forysta og eru búnir að greina stöðuna og svona horfa svolítið inn í framtíðina líka og taka samtalið og greina bara frá stöðunni og setja allt upp á borðið. Svona í því samhengi að horfa til framtíðar og vera með afreksmiðaða stefnu. Það auðvitað sláandi uppsafnaður halli en það verður þá okkar sameiginlega verkefni að takast á við það án þess að slá af svona því starfi sem svo dýrmætt bæði í þessu samhengi forvarna og lýðheilsu fyrir íþróttahreyfinguna, barna- og unglingastarfið og svo afreksstarfið af því að við stefnum átt og handboltinn á Íslandi hefur alltaf gert það. Það má kannski segja að það er góð frammistaða hafi svolítið unnið gegn. Það þýðir að í þessum veruleika í dag að þá erum við að halda úti miklu fleiri liðum en áður. Ég nú nýkominn sjálfur af Ólympíuhátíð æskunnar, þar sem undir 18 ára karla varð ólympíumeistari og kvennaliðið varð í 3. sæti og þannig að það hefði verið að halda úti mjög metnaðarfullu afreksstarfi, ekki bara meistaraflokkana heldur líka unglinga og það mjög dýrmætt, við megum ekki láta af. Þannig að það gott að greina stöðuna, setja hann upp á yfirborðið og svo auðvitað þetta þannig verkefni alltaf að við þurfum auðvitað að fá aukna viðurkenningu stjórnvalda á okkar mikilvæga hlutverki. Við munum heyra meira frá forseta ÍS í næsta þætti. Einar Ingi Hrafnsson, þú náttúrulega framkvæmdastjóri Aftureldingar, risastórt félag í Mosfellsbænum. Svona þín viðbrögð við þessu? Nei, þetta auðvitað bara rétt sem hann segir. Þetta rosalega erfitt einhvern veginn módel að reka þessi sérsambönd. Þeir treysta mikið auðvitað bara á styrktaraðila og fyrirtæki í landinu og maður kallar auðvitað bara eftir, bæði bara sem stuðningsmaður einhvern veginn í þessum handbolta og auðvitað vinnandi í þessu umhverfi að fyrirtæki kannski stígi bara fastar inn í og sjáu svolítið bara hvað þetta skiptir miklu máli, ekki bara fyrir þjóðina, þetta líka bara svo mikill partur af uppeldinu, að börnin séu með einhvers konar fyrirmyndir til þess að líta upp til. Þannig að maður kallar bara einhvern veginn eftir því að stórfyrirtækin séu meðvitaðir þetta. Eitt einhvern veginn að ríkið sé að styrkja þetta og maður getur alltaf verið einhvern veginn að biðja meira þaðan. En að sama skapi bara fullt af góðum, sterkum fyrirtækjum sem að finnst mér eiga bara bera einhvern veginn blóð til skyldunar að koma og styrkja samböndin, styrkja þessi verkefni. Ég meina, hann talar HSÍ, við erum komið með kvennalandslið sem eru á stórmóti núna hverju ári, karlalandslið hefur náttúrulega verið það, við erum með öll þessi unglingalandslið, þetta kostar fullt af pening og þetta gerist ekkert af sjálfsögðu, við verðum að fá meiri peninga inn. Vignir, það ekki mjög auðvelt alltaf að svona skella skuldina á sveitafélög og Reykjavíkurborg en kannski fyrirtækin mættu líta sér nær? Já, ég held líka bara, þessi fyrirtæki eru líka bara foreldrar barna í þessum félögum, mikið til. Þannig að þeir sem eru kannski að fara að taka einhverjar ákvarðanir þar eru að fara að taka mjög góðar ákvarðanir að okkar mati að styrkja sérstaklega félögin og þau þá innan HSÍ og lyfta þessu öllu upp bara í sameiningu.